Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskips, til hamingju með daginn. Já, takk fyrir það. Hvaða þýðingu telur þú að skráning Eimskips hafi fyrir íslenska fjárfesta? Ég held að það sé mjög jákvætt skref fyrir íslenska fjárfesta að fá Eimskip á markað og líka fyrir enduruppbygging á íslensku hlutabréfamarkaði. Eimskip jú stærsta fyrirtæki sem skráð á markaði hjá OMX á Norðurlöndum á þessu ári og ég held líka að Eimskip hafi ýmsa kosti fram að færa á þessu markaði, bæði félagið þekkt frá fyrir tímum, hefur mikla reynslu og sögu, félagið með mjög sterkan rekstur síðustu 3 ár, með mjög sterkan efnahagsreikning, sterkt sjóðstreymi, hátt eiginfjárhlutfall og litlar skuldir og situr á mörgum tækifærum í framtíðinni hér á norðurslóðum og líka erlendis þar sem við erum í frystiflutningsmiðlun. Þannig að við lítum bara björtum augum á framtíðina og fögnum því að séu núna 3000 hluthafar sem koma að félaginu og höfum þá náð því í gegnum markaðinn að vera í þessari dreifðu eignaraðild. Hverjar eru þá helstu áherslur Eimskips lítið fram á veginn? Við höfum verið að styrkja mjög innviði félagsins með því að fjárfesta í skipum og tækjum og bílum og gámum og aðstöðu bæði á starfsmönnum og í okkar starfsemi og með það förum við núna í íslenska markað og hér á norðurslóðir. Magnið til dæmis á Íslandi er mjög mikið niður með það sem var hér á árum áður. Þannig að við erum tilbúin að takast á við þá aukningu þegar hún kemur. Hlutinni þurfa bara að fara af stað á Íslandi. Og sama á við Norður-Atlantshafið þar sem við erum á þessum markaði frá norðausturhluta Bandaríkjanna upp á Nýfundaland og Grænland, Ísland, Færeyjar og Noregur, alveg upp í Múrmansk. Þetta okkar stærsta markasvæði og síðan erum við náttúrulega í starfsemi í 17 löndum, þannig að raunar má segja að áhætta fjárfestan þannig svolítið dreifð hjá okkur af því að við erum ekki eggin í sömu körfunni. Og hvernig getur þá skráningin stutt við þessi áform hjá okkur? Já, skráningin sýnir náttúrulega meiri sýnileika. Það auðveldara að eiga viðskipti með bréf, kaupa og selja. Það veitir okkur ákveðinn aðgang þá á fjármagni ef að tækifærin og uppbyggingin á norðurslóðum verður þannig að við þurfum að leita eftir því. Þannig að allur þessi sýnileiki mikið betri og það svona það helsta í því að vera komin á markað. Takk að gera fyrir. Takk sömuleiðis.